Jórturdýr eru klaufdýr sem að éta gras. Þau melta grasið á svolítið, eða fæðuna réttara sagt, svolítið annan hátt heldur en við, því þau eru með fjórskiptan maga. Fyrsta hólfið heitir vömb, næsta hólf heitir keppur, næsta heitir loki og það síðasta vinstur. Þetta gera til dæmis kýr og kindur. Þau ryðja grasinu ofan í sig, tyggja það í raun og veru mjög takmarkað, ofan í vömbina. Þar er gríðarlega mikið af bakteríum sem að hjálpa þeim við að melta grasið, og þetta er í raun dæmi samlífi eða samhjálp á milli jórturdýrsins og bakteríana, því að þau græða bæði á þessu. Síðan velkist þetta þar og einhverju seinna og þetta gerist nú helst þegar dýrin að hvíla sig, þau eru ekki sofandi samt, þá kemur grasið aftur upp í dýrið og það tyggur það aftur. Og þá tyggja þau matinn í raun miklu betur í seinna skipti, og þetta heitir að jórtra. Að fá grasið svona aftur upp í sig, tyggja það, en þegar maður sér kýr eða kindur liggja eitthvað staðar og þá eru þær oft tyggjandi, þó það sé ekkert að setja upp í sig. Þá eru þær að jórtra. Síðan fer þetta aftur niður og þá fer þetta í seinni 3 magahólfin. Með þessu móti þá náðu miklu meiri næring og miklu meiri orku út úr grasinu heldur en dýr sem gera þetta ekki. Við til dæmis þurfum að tyggja gras eða plöntuafurðir mjög vel til þess að fá næring úr því og þurfum í raun að borða ansi mikið. En jórturdýrin þau ná meiri úr þessu, bæði með því að hafa þessi 4 hólf og aðalega út af þessari hjálp sem þau fá frá bakteríunum. Þau búa líka til gríðarlega mikið magn af munnvatni til þess að hjálpa bakteríunum. Kýr til dæmis búa til yfir 150 lítra af munnvatni á sólarhring, sem nú ansi mikið.